Heyr mína bæn, mildasti blær, berðu kveðju mín yfir höf, syngdu honum saknaðarljóð. Hver hugmyndin á bak við þetta lag, Már? Í rauninni hugmyndin var bara svo að ég var bara eitthvað að glamra á píanóið og fór að spila þetta lag og Heyr mína bæn einstaklega flott lag að mínum mati, en mér fannst alltaf vanta eitthvað svona pínu trukk í það, ef svo má segja. Þannig að ég fór að spila öðruvísi og tjúta aðeins til, breytti hljómunum í því á einhverjum stöðum, samdi heila nýjan kafla inn í lagið sem mér fannst skipta rosalega miklu máli, sem er sólóið sem kemur í lokin. Og síðan var þetta rauninni bara að fara í stúdíu og taka þetta upp og ég hélt áfram að þróa þetta og þá kom pælingin með íslenskir afreksíþróttamenn senda kveðju, sem að skilaboðin voru núna að lokum þegar við gáfum þetta út. Við náttúrulega settum inn þessi skot af íslenskum afreksíþróttamennum, bæði frægum og upprunandi, að senda okkur kveðju í rauninni, eða landsmönnum kveðju. Þannig að já, ég er mjög ánægður með þetta. Syngið þið fuglar, ykkar fegursta ljóðabal, flytjið honum í indælum hófi, ástarljóð mitt. Heyr mína bæn, bára við strönd, blítt þú vaggar honum við barn, þar til svefninn sígur á brá, draumheimi í, dveljum við þá, daga langa, saman tvö ein. Heyr mínar bænir, Þetta er búið að vera skemmtilegt ár hjá þér með þetta flotta lag í fyrra árinu, Barn, og er eitthvað fleira væntanlegt? Já, það er vonandi jólalag á leiðinni og hlutað af því að ná að gera svona er náttúrulega bara að vera að vinna með góðum hópi og til dæmis Guri sem heldur á kamerunni hérna, sá sem klippti fyrir myndböndin og tók þau upp. Þetta er bara einstakt. Já, þetta er skemmtilegt. Aldrei.